Einu sinni, fyrir langa löngu í landi sem kallaðist Indland, lifði ungur prins að nafni Siddhartha Gautama. Hann átti allt sem nokkur gæti óskað sér, stórfenglega höll, falleg garðlönd og allan dýrindis græmetismat og fínustu föt. Faðir hans, konungurinn, sá til þess að Siddhartha sæi aldrei neitt sorglegt eða óþægilegt, í vonum að hann myndi alltaf vera ánægður innan veggja hallarinnar. En jafnvel með allan þennan lúxus óx skrítin tilfinning í hjarta Siddharthas. Honum fannst eitthvað vanta, dýpri sannleikur sem hann gat ekki alveg skilið. Gull og skartgripir, tónlist og dans, leið eins og fallegur draumur sem var ekki alveg raunverulegur. Einn daginn, forvitinn heiminn fyrir utan, yfirgaf Siddhartha höllina í laumi. Hann sá gamlan mann, síðan veika manneskju og loks lík sem var borið í burtu. Þessi sjón varð til þess að hann skildi að allir standa frammi fyrir elli, veikindum og dauða. Hann sá líka heilagan mann, kallaðan Asketa, sem lifi mjög fátæklega, í leit að friði. Þetta lét Siddhartha átta sig á því að þægilegt líf hans var aðeins lítill hluti af heiminum. Hann ákvað að hann gæti ekki sætt sig við líf þar sem þjáningar voru falnar. Siddhartha tók erfiða ákvörðun, hann yfirgaf konungsríki sitt, fjölskyldu sína og framtíð sína sem konungur. Hann vildi finna leið til að binda enda á þjáningar allra, sanna og varanlega hamingju sem var ekki bara hverfandi augnablik. Hann varð flakkandi asketi í leit að svörum. Mörg ár lifði Siddhartha mjög ströngu lífi, borðaði nánast ekkert og hugleiti í marga klukkutíma. Hann trúði því að ef hann leti líkama sinn þjást, myndi hugur hans verða skýr og finna sannleikann. Hann var mjög magur og veikur, næstum því að missa lífið. En jafnvel þessi öfgafulla leið færði honum ekki friðinn sem hann leitaði. Hann áttaði sig á því að bæði mikill lúxus og miklar erfiðleikar voru ekki svarið. Hann var enn að leita að því sem hann sannarlega átti skilið, fullkominn skilning, ekki bara annað form af baráttu. Einn daginn sá góðfjörtuð ung þorpsstúlka að nafni Sujata líta veikburða út og bauð honum skál af hrísgrjónagraut. Þessi einfalda, nærandi máltíð gaf honum aftur styrk sinn. Hann áttaði sig á því að miðjuvegurinn, hvorki of mikið né of lítið var líklega leiðin. Hann fann stórt klaufmikið tré sem nú er þekkt sem bókitréð og settist undir það. Siddhartha gaf sjálfum sér sterk loforð, hann myndi ekki hreyfa sig fyrr en hann hefði fundið æðsta sannleikann, sama hvað myndi gerast. Hann var staðráðinn í að sætta sig ekki við neitt minna en algjöra uppljómun. Þegar hann hugleiti djúpt, reyndu margar ógnvekjandi sýnir og freistandi hugsanir að trufla hann. Þetta var eins og innri efi og ótti sem reynir að draga okkur frá markmiðum okkar. En Siddhartha var kyrr, rólegur og einbeittur að innri friði sínum. Með þessari óhagganlegu einbeitingu sá hann í gegnum allar blekkingar og skildi sanna eðli lífs og þjáninga. Hann hafði tekist á við mestu áskoranir sínar og staðið uppi sem sigurvegari. Á því augnabliki náði hann uppljómun og var Búta, sem þýðir, hinn vaknaði. Hann hafði fundið það sem hann sannarlega átti skilið, djúpan frið og visku sem umbreytti honum algjörlega. Búta eyddi síðan restinni af lífi sínu í að kenna öðrum hvernig þeir gætu fundið sína eigin leið til frelsis og gleði. Ferðans kennir okkur öfluga lexíu. Aldrei sætta þig við það sem einfaldlega lítur vel út að utan ef hjarta þitt er tómt að innan. Aldrei sætta þig við minna en sanna möguleika þína eða svör sem fullnægja ekki dýpstu spurningum þínum sannarleika. Leitaðu alltaf að lífi sem fullnægir þér í raun.